Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna. Og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu. Manni finnst nú að sjá gæta út allt. Og ef ég skil hlutina rétt þá ekki skylda til að vera með hóp að fara í gegnum leiðsögumannaskólann eða eitthvað svoleiðis. Og ég átti mig ekki alveg á því eftir hverju farið hvort það eitthvað tékk á því hvort hver sem getur verið gæt hér á landi. Þannig ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum. Hann heitir Páll Ásgeir, vertu velkominn til okkar. Takk fyrir. Heill og sæll, þú ert nú reyndar orðinn kunningi áhorfenda samstöðunar því að þú ert hérna stundum við græna borðið. Já. Umhverfisþættinum. Já. En Við settum það, fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar í vetur. Já. Og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan. Já. Og verður eitthvað inn í sumarið. Einmitt, frábært, þetta fínn þáttur. Við viljum bara tryggja þessi málaflokkur sé til umræðu. Já. Af því að hann hvergi annars staðar á dagskrá. Nei. Eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá. Einmitt. Og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálana og ferðaþjónustunnar. Algjörlega. Og það kannski ekki eftir neina að bíða. Þetta rétt hjá mér að hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér tekið hóp og farið og rukka fyrir bulla eitthvað á Þingvöllum? Stuttasvarið já. Það þannig. Þetta starf ekki svo við horfum aðeins yfir sviðið að þá ekki þetta ekki lögverndarstarfsheiti. Það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis. Eftirlit með starfandi leiðsögumönnum það felst í því að maður hittir stöku sinnum lögregluna og þá vill hún fá að sjá ökuskírteinið manns og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fólksflutninga og svo vilja þær fá printout sem kallað úr ökurittanum. Það til þess að sem fylgist með hvíldartíma ökumanna. Já. En svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns á 3 stöðum. Já. Það hefur verið í menntaskólanum í Kópavogi, starfræktur leiðsöguskóli sem að með svona tvískipt nám, það að segja almenn leiðsögn annars vegar og svo svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað gönguleiðsögn. Svo endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo rekinn hérna á Höfða skóli sem kallað ferðamálaskólinn. Já, Umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið? Ég kannast ekki við það. Nei, þú kannast ekki við það. Svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautreyndan og gagnmenntaðan leiðsögumann að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég hef kennt töluvert við 2 þeirra. Já. Og það ég hef haldið fyrirlestra bæði ég gerði það lengi í Kópavoginum og eins hjá endurmenntun. Já. Þú ert allavega öllum hnútum kunnugur í greininni. Ég nálgaðist þetta þannig að ég var í blaðamennsku í gamla daga. Já. Svona það bil, það var mitt aðalstarf frá svona 83 til svona 2005-06 að þá ákvað ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi að allt sem ég gerði eftir þessi ár þarna 2005-06 að það yrði allt tengt ferðalögum, útivist, leiðsögu, bókarskrifum eða leiðsögn. Já. Og það hefur verið mitt aðalstarf síðan. Þannig ég hef fengist við þetta í það bil 20 ár eða svo. Og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir Ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands, mest fyrir ferðafélagið. En 5 ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni. Það að segja sem ökuleiðsögumaður og jökulleiðsögn og þess háttar. Já. Sko, nú dettur mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í Færeyjum núna
þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu, getur maður sagt. Ég held að við getum ekki haldið því fram að ferðaþjónusta sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í Færeyjum, hún er svona vaxandi. Ég farið þarna 3 sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkert að fá neitt brjálaðislega fjölda af gestum til Færeyja, en þeir hafa svolítið aðra sýn á ferðaþjónustuna heldur en við. Og til dæmis þá gist ég einu svona hótelið þarna sem er í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðnir á hótelið, af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu, við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti þetta hérað, hérna sem sagt þennan dal, hvað er merkilegt og allt það. Og ef ég man nú rétt þá gerði ég annað fréttið að skrifa leiðara í fréttablaðið einu sinni þetta og fékk töluvert viðbrögð á það að Færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustuna með öðrum hætti en hér. Svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gætar bara handteknir og bara vísað burt frá Færeyjum samkvæmt þessum fréttum. Og ég hugsaði með mér, myndi þessi stað að koma upp á Íslandi? Þannig að nú ætlar þú aðeins að ganga í gegnum það með mér, hvort það er einhver svona menningarmunur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna, hvort þetta er gamla bjargráða hugsunin. Það er brjálaðislega tækifæri, það er hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera af þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það er 6 ára krakki hérna sem ég get hent á tunnuna eða hvað við þurfum að græja þetta. Hvað segirðu þetta? Sko, við skulum halda því til haga að því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun, að þá er þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta. Það er að segja fyrirtækjunum. Og fyrirtæki hafa svona, það ég best veit, sko, svolítið mismunandi nálgun að þessu. Svo dæmis í tekið, þó að það eigi ekki við erlenda ferðamenn, að þá leggur til dæmis Ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess, eða þeir sem taka sér farastjórn fyrir ferðafélagið, að þeir séu vel undirbúnir og það eru til svona skilgreint markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða ætla að fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn. Og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona, hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðir inn á jökulsporða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallum á erfiðar aðstæður, að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að tryggja einhvers konar lágmarksmenntun. En síðan er auðvitað gríðarlegu misbrestur á þessu. Og það er, nú er ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur. Fyrir aldursækir, en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona menn að birta þar tilkynningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telji að þar sé sem sagt erlendur leiðsögumaður undir stýri og hafi engin réttindi og ef til vill vafa sama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem hafa verið að ferðast með fullan bílafarþegum án þess að hafa nein réttindi hvorki til þess að leiðsegja sem er í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófi eða rútuprófi eða þá parta af þessu sem að þarf til þess að aka farþegum gegn gjaldi og þetta er þegar ég var inn í þessu á árunum frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreinin í gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum og margir held ég sem að voru að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt tal réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun íþyngjandi og vildu helst bara fá að ráða þá sem að þeim sýndist að gætu ráði við þetta og gerðu það
og ég ætla ekki að fara að leggja í langan sagnafyrirlestur eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustunni þegar ég var í þessu. En ég mætti oft hitti oft leiðsögumenn sem bjuggu yfir mjög yfirgripsmikilli vanþekkingu á því verkefni sem þeir stóðu framfyrir. Höfðu hvorki bakgrunn neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til þess að sinna þessu. Og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því. Einmitt. Þeir litu bara á þetta sem eitthvað verkefni, tímabundið verkefni sem þeir ætluðu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af, Íslendingar ekkert mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni. Nei. Það þannig. Goggunarröðin þannig, að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður. Það best borgað. Og sérstaklega ef það eru túrar sem að standa í fleiri en einn dag og haldið út af einhverjum fyrirtækjum. Svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan. Já. Og af þessu leiðir að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullir réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir performerar í sjálfu sér. Já. En þeir sækjast mest í þarna í efsta lagið sem ökuleiðsögn í fleiri en einn dag og eða einkatúrar. Afgangurinn sem samt bróðurparturinn af íslenskri ferðaþjónustu, dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar Suðurland, skoðanarferðir Gullnarhringinn og svo framvegis. Þessu mjög mikið sinnt af útlendingum. Þetta vissi ég ekki reyndar. Ég hélt að við værum ennþá með meiri hlutan af... Nei. Það alls ekki þannig. Nei. Langt síðan þetta breyttist? Þetta var á þessum árum sem ég nefndi, 2015-20. Þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem hét þá og heitir ennþá Arctic Adventures. Og þetta skiprit sem ég lýsti að það gilti þannig að í efstalaginu í hringferðunum sem voru mjög skiluðu vel í vasan að þar voru mikið til Íslendingar, alls ekki 100% samt en í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega eingöngu útlendingar. Það stéttaskipting í þessu. Það stéttaskipting í þessu, já. Og þar það peningavonin sem skiptir. Já, og svo var þetta líka, það meira borgað fyrir löngutúrana, Ég segi það, já. Svo það hvernig menn sinna þessu, það skemmtilega breytilegt. Og eðli málsins samkvæmt, þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum, takk þetta. Já. Maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum, á ferðamannaslóðum, þar eru allstaðar svo kallu gætaherbergi sem eru svona kaffistofur / matsalir þar sem að leiðsögumenn komast í svona hvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem að keyra og þar eru menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðarlega sterkt bragðralag og svona rígur milli leiðsögumanna. Það getur vel verið að rígur sé til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynnst á mínu ferli, þeir eru búin til að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum áhugaverða áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til þess að auka upplifun farþeganna. Vegna þess að langflestir sem í þessu, og því hér við skulum tala Íslendinga, þeir í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta mjög skemmtilegt starf. Þess að þetta gefur þér færi á að performera fyrir áhugasamt audience eða áhorfendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá þetta þjórfé svona hvatavekjandi. Það getur verið alltaf 50% á tekjum, það ekki þjórféð? Í svona lengri túrum, ég veit dæmi það persónulega. Já. Það ganga alls konar sögur risavaxnar upphæðir. En
Nei, ég myndi nú kannski ekki segja 50%. Mér finnst það Já, ólíklegt. fyrir nokkrum árum veit ég Já, slíkt ég þekki dæmi um það, sko. Ég veit ekki hvernig þetta er í dag. En sko, þannig að þú ert einmitt í svona, þú talar bræðralag á milli Íslendinga og þið þekki landið og miðin og þið hafi flestir, búið flestir yfir góðri þekkingu, myndirðu segja, ekki satt? Ég myndi segja það, já. Og svo er líka það sem að gerir, sko, leiðsögnina áhugaverða er að þegar þessi atvinnugrein fór að vaxa að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allra fólki sem átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvang. Fjölmiðlungar, svona fullur hérna talandi stétta, þeir eru þarna út allt. Og alls konar fólk sem var svona, eða jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráðin eins þar. Og fyrir vikið þá komu menn oft sko með víðtækar reynslu úr annarri starfsgrein inn í þetta og það litaði það sem þeir gerðu og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt sko. Ég þekki leiðsögumenn sko, sem eru með 2 háskólagráður í sagnfræði og íslensku og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi um Ísland. Þetta getur ekki klikkað. Margir frábæri kennarar. En þeir sem ég lærði mest af í þessu starfi, það voru leikararnir. Leikarar eru gríðarlega góðir leiðsögumenn. Það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf er performance. Og þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð, þeir eiga rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni. Og hérna er ég að vitna orðrétt í mikinn höfuðsnilling í stéttleiðsögumann sem heitir Þór Tulinius. Hann lýsti þessu svona. Er hann svona góður leiðsögumaður? Hann er frábær leiðsögumaður. Og hann sagði, svo ég vitni að halda frá vitni hann, að hann sagði, það kemur fyrir þegar ég gaf stað út úr bænum að ég er ekki glaður. Ég er kannski örlítið þreyttur á þessu, þetta er kannski einhver túr sem ég hef gert oft áður. En leið og ég kveiki á hljóðnumannum, þá fer tjaldið upp og ljósin koma. Og þá er sýningin byrjuð. Mjög gott. Og þetta viðhorf er gott inn í starfið. Ég efast ekki að þetta sem þú ert að segja, það skilar sér í ánægju gestana. Ég meiri áhyggjur af hinum hópnum. Og þú ert að segja hann sé stærri. Já, ég er alveg sannfærður að hann sé stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, en ég er sannfærður að hann er stærri. Og ég hef rökstuddar áhyggjur á þessum hópi. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gæt sem verðist bara vera nýkominn til landsins. Bara einhver útlendingur. Hann er að tala þinghúsið eða eitthvað og bara með að maður lappa framhjá þá heyrir maður 3 eða 4 staðreyndavillur. Þetta er staðreynd sko. Þetta er svona út allt. Og fyrir mér þá er þetta sko svona, þetta er náttúrulega siðferðislega á mörkunum að við séum í einhverjum tilvikum að ráða fólk til þess að segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem er rangt. En ég held að þetta tengist þessu með síldina, þessu sem ég nefndi áðan, að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni, þannig að hliðin hafa bara verið opin. Það kemur fólk inn til landsins, ólíkt Færeyingum sem þarf að sinna þessu, allar hendur á dekk, ólíkt Færeyingum, þá dytti okkur aldrei í hug að rapportera einhvern og fara að veita þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk. Hjólin þurfa að snúast og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér eins og ég sagði í upphafi, hvort það væri einhver svona menningarmunur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni, heldur sko atvinnugreinin hefur stjórn á okkur. Við sogumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona margar hverjar í nágrenni okkar. Það myndi, ég gerir mig grein fyrir því að það myndi margt breytast ef að gæðin myndu hækka ef að starfið væri vottað og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun. Ég held líka að þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæði í ferðaþjónustunni
af því að þetta er svona eins og ég lýsti að það ég fékk einu sinni að það má líka halda þetta til haga að þetta finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðaþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumaður skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að lesa í gegnum möppu sem að fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum. Ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta, þeir voru náttúrulega bara að gera út túra, þeir voru ekki að selja gistingu eða þess áttar. Þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einu möppu. Ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin. Í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri, búnaði bifreiðar eða aðbúnaði á áfangastöðum eða einhverju svoleiðis. Kvartanirnar snerust alltaf leiðsögumannin. Og á grundvelli þessa lestrar þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Arctic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með 2 eða 3 leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni. Og þar varð ég vitni með því að ferðast með þeim þá áttaði ég mig náttúrulega á því hvað það var sem að var hvar þeim var ábótavant. Það sem mér fannst hins vegar þegar tíminn leið áhugavert var að ég settist í það niður með þessum einstaklingum og talaði dálítið við þá eftir að túrnum lauk og talaði síðan við yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni og í 2 af þessum 3 tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sig við kom til starfsmann af því að þetta væri bara ekki boðlegt sko. Það var hins vegar ekki gert og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum. Þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru hver átt að vera tilgangurinn með þessu. En í þessum eftirlitsferðum að þá var ég vitni að alveg átakanlegum sko hlutum í rauninni. Og það er í rauninni þetta skiptist í tvennt. Það er annars vegar sko starfsmenn sem að gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk. Og svo verður bara að segjast það eins og að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar, það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmál þeirra. Nei. Þannig að í 2 af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar aðalega það að ég skildi ekkit það sem leiðsögumaður sagði. Já. Og ég geri þá ekki ráð fyrir að farþegarnir hafi gert það heldur. Nei. Eða ég skildi ekki nema svona orð á stangli, sko. Einmitt. Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland, hún er á niðurleið. Ég held að það sé ekki út af vondum leiðsögumönnum. Ég er ekki viss um það. Ég er ekki viss um að það sé stærsta ástæðan en ég held samt að allt hengist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum þá bara hafi þetta tilviljunarkennt einhvern veginn þróast. Já, það hefur gert það. Já. Hefur gert það. Og ef það er einhver vilji, ef að stjórnvöld hafa einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfsátta í ferðaþjónustunni, þá er mér ekki kunnugt um þá vinnu. Ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram. En svo er annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert. Ég var, þegar ég var að vinna fyrir Arctic og önnur fyrirtæki, að þá var ég í þessu efsta lagi. Ég var oft í svona lengri túrum, hringferðum landið. Ég fór þarna í nokkur ár í hverja einustu viku, einn hring eða 2 eftir atvikum. Að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem er í bílnum með manni í 4, 5 eða 6 daga. Og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau er á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst. Þau vilja kynnast landi og þjóð. Og það gerist þetta best með því ef þú hittir einhvern tíman
Íslending. En það það skiptir gríðarlega máli. Já, en ég hitti mjög oft fólk sem að sko var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringferðina að yfirgefa landið og ég var eini Íslendingur sem það hafi hitt. Það eru vörusvik. Það skilar annari upplifun, skulum við segja. Þá hafa þau ekki sögurnar að segja. Það snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka þú hafir sögur að segja. Já. Og oft eru þessar sögur einmitt af hinnum innfættum að finna það þegar maður fyrir sjálfur út. Maður þarf að hafa sögur í handraðanum og ég finn náttúrulega ekki að segja sögur af einhverjum bandarískum túrista sem ég kynntist í Tælandi, skilur. Nei. Og þetta skilar sér í því, sko. Og höldum því til haga að ég efast ekki það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Arctic og ég áttaði mig á því að þeir bjuggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi, voru kannski búin að gera til dæmis þessar hringferðir í nokkur ár og syntu þessa mikilli alúð. En það og því eru þetta ákveðin takmörk sett, sko, hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga. En það ekki það sama. Nei. Það ekki það að vera einn af heimamönnum, það gefur þér forskot sem að engir aðrir geta unnið upp. Já. Það bara þannig. Og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagorðin, sko, þau miði flesta því að kúnninn sem leggur það á sig að fljúga til Íslands og eyða hérna 2 vikum, hann á það svolítið skilið að kynnast Íslendingi, sko. Það bara þannig. Já. En staðreyndin sú að sko hérna á suðvesturhorninu og austur eftir öllu Suðurlandi og langt austur á firði reyndar ef út í það farið að þá þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum á áfangastöðum eða á gististöðum á hótelum að þetta ekki Íslendingar. Og við grínuðum stundum með það á þessum árum að ef maður fór hringinn austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustunni fyrir í jarðböðunum við Mývatn, í þinni gamlu heimasveit. Já, það rosalegt, sko. Það alveg svakalegt. Þá ertu búin með 2/3 af hringnum. Já, Sko, af því ég impraði á því áðan að við værum með mælingar núna sem sýna að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið virði ferðarinnar. Þetta var 11% fyrir 2 árum held ég, komið upp í 18% núna. Þannig að þetta er mikill munur á milli ára, þetta er mikið ágefni. Þetta er ekkert smá fjöregg í íslensku samfélagi, ferðaþjónustan. Það bara, ef það hriktir í ferðaþjónustunni, þessa tölur eru gríðalegt áhyggjuefni. Ef þú væri nú hérna æðst ráðandi, sko, hvað myndir þú gera? Er græðgi nú mikil? Þetta, sko, erum við allt og dýr? Er það vandamálið í hugum útlendingana eða það ófagmennska sem fylgir því sem við höfum verið að ræða hér eða hver eru svona helstu meina? Það er erfitt að leggja mat á það. Ég hef nú grunum að sko vaxandi óánægja þessa tölu sem þú vitnar í. Þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðið undir væntingum eða vera þess virði sem að þau gerir sér í hugalund. Og þessar niðurstöður koma á sama tíma og við sjáum að Ísland orðið sko eitt af dýrustu löndum heims. Þannig að ég hef nú grunum að það sé orsökin snúist meira það. En það líka rétt að halda þetta til haga að sko ef að við sjáum metnaðarleysi í ferðaþjónustunni að þá ger ég ráð fyrir að gestirnir sjáu það líka. Það hefur fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum. Svo fólk þyrfti ekki að fara út á nættina til að sjá norðurljósin, heldur upplifunin átti að vera svo að þú svæfir undir berum himni. Og fyrirtæki sem byrjaði á þessu það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið
hver kúla var stakstæð Já. og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi, þú sást bara himinin, þannig að þetta skilaði dálítið sterkri upplifun. Ekki kúluna þorp. Nei, ekki kúluna þorp. Ég hef, af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið 6 sinnum norður í land núna frá áramótum, í ýmsum erindagjörðum og þá hef ég séð það út undan mér að það er komin löng röð af svona glerhýsum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum Víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi og þá erum við starfsýnt á þetta bæði vegna þess að það eru svona, sýnist mér 6 til 7 metrar á milli þeirra og þær eru alveg glærar þannig að það er ekki neitt, það er ekkert svona prívatlíf í gangi og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona sko minna en 100 metra fjarlægð. Þannig að ég held að svo kyrrð og svona ró sem að ég held að ætti að vera partur af þessu upplifun, ég er ekki viss að hún skili sér þegar að fiskflutningabílarnir er á ferðinni á þjóði 1 þannig að þarna maður lítur út um gluggann og þá sér maður ákveðið metnaðarleysi birtast og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta og þá er gott að hafa í huga að þeir sjá það líka. Já, einmitt. Og við höfum held ég áður átt smá spjallum þá gegndarlausu gjaldtöku sem víða er höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu. Já, og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég held að stjórnvöld hljóti, ég veit ekki alveg hvernig þau ætla að fara því, en vegna þetta kallar á lagabreitingu, þannig að þetta verður ekki gert í sumar, en þetta er komið út í einhverju vitleysu sko. En höldum því til haga samt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessari vitleysu. Nei, það er rétt. Já, það er ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast og ferðaþjónustan er ekki mjög hrifin af þessu, ég get alveg fullvissað það. Mér skilst að sko ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum sem að eru með gjaldskyldu frá Reykjavík og austur á Höfn, þá þurfti maður að borga, þá væri það 40.000 krónur í bílastæðagjöld. En ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni frá manni sem að er tíður gestur á svona, að því hann vinnur í ferðaþjónustunni, hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl. Hann hefur mjög skýra stefnu. Hann borgar þetta aldrei. Og hann segir að það sé búin að safnast upp í Heimabankann hjá honum núna í 3 ár, eða hvað það er, endalaus runa af svona rukkunum, en hann borgar ekki. En hvernig heldur þessi saga hendi? Ég veit það ekki. Hann heldur því fram. Sögulókur er spennandi. Hann heldur því fram. Og ég selði þetta ekki dýrar í keypti það. Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir, skilur á kaffistofu einhvers staðar. Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu. Af því að lagagrundvöllurinn sé ekki traustur. Ég veit ekki það, ég er ekki lögfræðingur. En vel að merkja sko bara í mínu hjarta, ég hef ekkert á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klóstið, ef þú ferð að drekka, það er sjoppa, það er starfsmaður til þess að þrífa svæðið og halda þig við og allt það. En það er bara sko, það er þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt. Við mistum tökin á þessu þegar að við risum gegn því að þetta yrði miðlægt. Ef það væri, sko, ef það hefði verið tekin einhver miðlægur skattur af öllum ferðamönnum sem kom til Íslands, hvort sem þú kallar það komugjald eða gistináttaskatt, náttúru eitthvað, þá og síðan gætu þeir sem að reka áfangastaði, þeir gætu sótt í þennan sjóð eða fengið fyrirfram ákveðið hlutfall úr honum, þá væri þetta vandamál ekki til. En við í glópsku okkar börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku með dyggri aðstoð Æslandi reyndar sem eiginlega kom í veg fyrir að komugjöldin eru sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni. Og fólk sem áður sko vildi ekki samþykkja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á Þingvelli frítt, það þarf núna að borga fyrir bílinn sinn á Þingvelli. Á endanum þá fann atvinnugreinin
og ekki bara atvinnugrein, heldur líka opinberir áfangastæðir eins og Þingvellir, þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innheimta þetta. Þess að það er ekkert, það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílastæðin. Síðan eru sko já en ef það er engin og svo framvegis. Og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil, Austurlandi, að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár. En þeir fá, ef ég man rétt, sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 milljónir frá hinu opinbera til þess að byggja upp aðstöðu. Það er eitthvað bogi við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sínu vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna. Það er ekki þannig sem þetta á að virka. Nei. En Páll Ásgeir, ég ætla ekki að halda það mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn, hún hefur í nægu að snúast þessa dagana. Já. Henni berast á annan tug tilkynninga samkvæmt fréttum daglega frá áhyggjufullum færeyskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna og ég held að höfum gott að því. En þú sérði í þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna. Já. Að því að ferðaþjónustan er ekki, það vinna eiginlega engir Íslendingar þar. Nei. Og þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi þar sem íslenskur almenningur er ekki. Það er ekki endilega jákvætt eða gott. Þannig er það. Þannig er það, en það er ekki óumbreytanlegt og það er kannski ekki framtíða formúla. Mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu. Mér finnst gott að fá þessar færeysku dæmisögur. Gott að læra að frændum okkar. Já, og þótt ekki sinna bara til að staldra hans við. Að sumt af því sem við höfum talið sko eðlilegt hér er ekkert endilega eðlilegt. Það er meira svona viðbrað sem að eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið litið bara á erlendaferðamenn sem síld í tunnu. Það kemur, þetta er hungursneyðarkomplexin sko, sem ég kalla það. Já. Þetta er bjargaræðishugsunin. Svo hefur atvinnugreinin náttúrulega, hún berst aldrei hart gegn sko endurbótum. Það hafa verið í fréttum sko frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki sko sem segja mönnum upp eða gangi verkalýðsfélag. Já. Og vilja ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko. Nei. Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang, það er að sá tilgangur er sá að geta komið öðruvísi fram við innflutt vinnuafl heldur en heimamenn. Já. Og þessir sömu fyrirtæki, ef þú myndir skoða það, þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sýna þessa óbilgirni, að þau eru eiginlega ekki með neina Íslendinga í vinnu. Einmitt. Og það er einhver ástæða fyrir því. Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það ég voru vitni því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki hafa verið sko starfi sínu vaxinn, þá er ég ekki að álasa honum, ég vil nú ekki fara að búa til einhverja gjá á milli Íslendinga og útlendinga í ferðaþjónustunni. Ég meira að tala að við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til þess að bregðast við. Já. Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sér sæmilega inn í starfið. Það er svona gömul saga á ný að við undirbúum fólk ekki sem skildi. Í þessu samhengi mætti líka nefna það að ég held að það hafi verið svona það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri suður í Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn. Já. Það var aldrei útlendingur í hópnum. Já. Einmitt. Það voru bara Íslendingar. Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta er ekki bara eitthvað smámál, þetta er náttúrulega stórmál. Þetta er risamál. Og afkoma mín og þín, hún veltur nú bara nokkur leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og mikið undir. Og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhverju leiti aðra og nýja hugsun og já, við megum aldrei hætta að vera gagnrýnin á einhvern veginn. Einmitt.
Þannig að þakka þér kærlega fyrir að koma, Páll Ásgeir Ásgeirsson, og hérna svona aðeins ræða við mig þetta. Ég er náttúrulega sko, ég er aðeins meiri leikmaður. Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan, og hérna hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér alla mína hunds og katta tíð, og hérna ég læriði hótelstjórn í Sviss á 9. áratug síðustu aldar, og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað og allt þetta sko, en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið er. Og ertu ekki sammála mér með það að það er ekkert sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar? Við getum glötrað þessum niður. Ísland fer úr tísku og við verðleggjum okkur út á kortinu og allt þetta sko. En að því þú myndist á Mývatnssveit, að þá hafði ég mikið dálæti á Mývatnssveit sem áfangastað í mínum hringferðum, og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í. Það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu að maður kom í jarðböðin á 5. degi. Þá var stundum kótilettu dagur í jarðböðunum. Einmitt. Og það var alveg sérstaklega skemmtilegt, vegna þess að þá gat maður sent farþegan og onni í pollinn og sest hjá heimamönnum, því að þá kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilettur. Og heimamennin til í að spjalla við útlendinga. Ég settist alltaf hjá þeim og voru að spyrja það almæltra tíðinda og fékk gott alveg ótrúlega skemmtilega stundir. Og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur og það er logn í Mývatnssveit og það er snjór yfir öll og vatnið lagt og það er 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru. Og þá var það gamall maður sem ég hitti í kótilettunum sem var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona, og svo spurði hann, ertu hérna með ferðamenn? Já, sagði ég verði að viðurkenna það, og þá svona, það dimmdi svolítið yfir honum. Hún sagði, þetta er svo voðalegt, sagði hann. Það er horfin öll kyrrð úr Mývatnssveit. Þetta er svo voðalegt. Þetta hefur verið vogungur. Ég veit ekki. Ég notaði þetta svo mikið í vogum. Þetta er fannst þetta bara svo skemmtilegt vegna þess að það var svo, þennan dag var svo mikil kyrrð í Mývatnssveit. Já, og hann vildi ekki láta spilla henni. Hann sá hann ekki, vegna þess að hann sá bara ferðamennina. Og þeir voru ekki margir í Mývatnssveit þennan dag samt. Nei. En þetta held ég skil vel hvað þetta að segja. Ég held að þarna hafur náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur. Þeir fengu upplifun, minningar, sögur að segja, að blanda saman íbúum sem eru kannski upprunalegir mývetningar. Og við ferðamenn, við þessar aðstæður, auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig. Ég var út í Færeyjum fyrir nokkrum árum, af því mér finnst Færeyingar nefnilega rosalega flottir í þeirra eigin viðhorfi. Ég tók leigubíl og allt í einu veit ég ekki fyrir að leigubílstjórinn, hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann og heimsækir einhvern vin sinn, bara einhverju bíli, og hann fer út og ég alltaf aftur í. Og ég fór að ímynda mig, hver anskotin er í gangi? Akkur fór ekki leigubílstjórinn með mig stystu leið upp á hótel? Og er verið að dissa mig og er ég ekki bara rosalega að flýta mér og hver djöfullin er þetta? Og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þannig í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðin að 20 sko í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður sko þegar hann snýr aftur. Kemur hann í sætið og áður en ég næði að segja eitthvað sem var eins gott, þá horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir, fyrirgefðu vinur minn, málið er það að ég mundi mér var hugsað til vinar míns sem er að berjast við veikindi og bara þetta var bara skyndi ákvörðun hjá mér að aðeins að segja fallegt orð við hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp, reiðin fór og ég skammaðist mín og hann segir ég slæ 50% af gjaldinu og ég held áfram að skammast mín og svo keyrir hann áfram og svo þegar hann kemur og stoppar fyrir hann hótel þá segi ég, heyrðu, nei, þú slærði ekki 50% af gjaldinu, ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu leksíuna
að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að hugurinn býður manni, maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir stukka af stað þarna þessa 1 mínútu sem þú fóst inn til vinarðins og þú kendi mér leksíu. Ok, og þessi saga rataði nú í eina af bókunum mínum, þannig að það eru einhverjir sem kannast við hana, en getum við ekki, er þetta Er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið svona? Já, ég held það. Það er tálsýn? Já. Ok. Það er ekki nema í, massatúrismi getur aldrei snúist svona upplifanir. Það er svo mikill munur á þessu tvennu. Ég held að ef við viljum laga íslenska ferðaþjónustu miðað við þessar forsendur sem við höfum talað út frá, þá held ég að stærsta og mikilvægasta skrefið væri að löggilda starfsleiðsögumanna. Og gera meiri kröfur til gæða og setja fullan virðisaukaskatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangurinn myndi það myndi koma á sinn réttast. Við förum þó með það sem útgangspunkt úr þessu spjalli. Kæra þakkir, Páll Ásgeirsson, og þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Við erum hvergi nærri hætt, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is